held að Nicki Minaj hafi verið búin til bara einhvers staðar. Heldur það? Ég held það. Hefur þið séð hana eða? Ég hef séð hana, hún stórglæsleg. Hún full af litum. Hún full af lit. Það ekki rétt mér, eða? Jú, örgulega. Krakkarnir hafa allan mjög gaman að því að hún svona litskrúð, hún svona eins og stubbarnir. Hún basically bara svo trúður. Hún svo stubbarnir bara. Bara svo Krusty the Clown með. Já, svolítið. Allavega, ég heiti Jón Gunnar Geirdal, með mér hvað sagði, samfélagsfulltrúin og söngvarinn Sverrir Bergmann Magnússon. Já, sæll, segðu mér aðeins frá þessu. Má ég segja þetta við þig? Ég búið að taka af þig réttinn af þessu frasa. Byrja grínið. Hvernig staðan á því? Hún bara ofboðslega góð. Frasinn alltaf var ekki já sæll. Frasinn var já sæll, já fínt. Já sæll, já fínt. Þá enginn hver á já sæll. Hvað, áttu halló eða? Var ekki Kolbeinn sem átti já sæll, já fínt? Ég manna það ekki, Kolbeinn sá náttúrulega ýmislegt. En ertu ekki bara núna með beint sambandið í einkalífsskrifstofu bara þegar þetta eitthvað nýtt í huga? Jú, þá bara skrái ég allt sem bara vörumerkin. Þetta á ég skuldlaust. Nei, það engin frasaslagur í gangi. Þú ert alveg góður og... Ég bara frábær, sko. Já, þú ert vítgóður maður. En við erum hérna í fjarveru Auðuns Blöndal sem með bráða ónæmi fyrir því að stýra þessum þætti. Já, hann farin út, hann ekki bara leik? Jú, hann að fara á Manchester United Tottenham. Hann með alþjóðlegt vegabréf, held ég. Hann oftar í útlandum, heldur hann á Íslandi. Hann svo Kofi Annan, FM 957. Pínusolis. Þannig að hann að leika sér í útlandum. Hvað það þýðir, veit ég ekki. Veit ég engi. Saminni þjóðna Kofi Annan, smá grín, sko. Það er ekki fyndið, sko. Já. En við ætlum hér að vera í miklu föstudagsstuði, ég og söngvarinn Sverrir Bergmann. Við ætlum hér að nýtt lag með Sverrir Bergmann á eftir. Já. Sem heitir Kærleikur, von og trú, að væntanlegri sólóplötu. Hárrétt við þér. En það ekki? Jú. Við ætlum að gefa 40 milljónir. Mögulega 40 milljónir. Þetta hljóma bara betur hjá mér. Já, en ef þú ætlum að gefa 40 milljónir, þá ertu að lofa því. Við getum ekki lofað því að... Spáði samt. Við ætlum að lottopotturinn á morgun stefnir í 40 milljónir. Já. Og við ætlum að gefa hér lottómið á eftir. Spáði að gefa 40 milljónir. Já, veistu, ég var að spá þessu daginn. Ég var ekki að semja með einhverja prósentið eða eitthvað? Jú, kannski, nei, er það? Jú, ég var alltaf til í það. Bóttjett, alltaf til í prósta peningum, sko. Já, ég líka. En ég var að spá því, ef þú kaupið lottómiða og svo ertu heima og vinnur, gæðveikt náttúrulega. Já. Hversu erfitt og hversu illa líður þér að fara með miðan eitthvað? Þú ert með seðil sem bara 40 milljóna virði. Já, það er rétt. Ég var bara að drulli buxurna bara, ég þurfi ekki að fara með út í húsi. Vindkviða. Já, það væri verra. Sú vindkviða væri verra. En allavega, við ætlum að gefa hér lottómið eftir, við ætlum að líka að gefa FIFA 13. Já. Þú ert mikill tölvuleikja maður. Já, sko, ég vissi ekki að FIFA 13 væri svona rosalega mikil, það væri svona mikil eftirvænting eftir þessu leik, því ég fór bara í góðum gír svona, þannig að það var minnadrottni og Elko. Já, það var röð. Það var röð yfir allt planið og það voru 1000 manns sem komu. En þannig að í Elko í Lindum, gott fólk, þannig að fólk átti sá því hversu löng röðin var. Já, 1000 manns gátu ekki beðið til morguns að fá leikinn. Og þetta var bara stór glæsla, það voru líka pizzur og svona í boði. Ég fótbolta brjálæðingur, spilaði mikið fótbolta og gaman að því og Manchester United sjúklingur og fylgist mikið fótbolta. Ég hef aldrei spilað FIFA 13, eða FIFA ekki að neina ráði, sko. Það er líka hátíð þegar þú kemst úr menjunum í tölvuleik, sko. Það er alltaf verður stöðleik að spila þessi. En við allavega gefum FIFA 13 eftir, gefum mögulega 40 milljónir og svo ætlum við líka bara að vera í almennu gleði og stuði hér á FM 957. Það má voru okkur í góða tónlist, það ekki? Hanna og Rúdbói á förstu degi næstum því FM 95 Blöð og FM 957 og við erum hér í miklu fíling, ég og Sverrir Bergmann. Takk fyrir það, Jón Gunnar, þú ert stórkostlegu maður. Hörru, við ætlum að spjalla, við fáum fólk í spjall hér á eftir, við fáum Alla Bolla væntanlega, við ætlum að ræða riff. Já. Ég hef gaman að riff sem Reykjavík International Film Festival, alþjóðleg kvikmyndahátíð í Reykjavík, byrjaði formulega í gær en svona er að fara af stað. Svona fyrir þá bíósjúklingar, það hellingur skemmtilegt í bíó núna. Mér langar að sjá rosalega margt í bíó núna. Ok, segðu mér, sjáðu mér. Mér langar að sjá Looper. Looper, þú hljómar það eitthvað. Já, rólur, þetta er ekki eitthvað... The Looper. Þetta er ekki, nei. Hljómaði ekki vel, en allavega, Looper er Joseph Gordon-Levitt og Bruce Willis. Já. Það er henni besta spennumynd ásins. Mikið svona Matrix-fílingur í henni. Já. Ég er gaman að því. Mér langar að sjá Looper, mér langar að sjá Lawless. Þarna 1920 svona bannára spennumynd ykkur. Mér langar að sjá Savages sem er nýja Oliver Stone. Og svo langar mér svolítið að missa mig í riff. Er allt bara eitt orð í dag? Hvað mennum? Þetta er alltaf eitthvað Looper, Savages, Stupid, Flawless. Savages. Nei, það verði ekki bara nöfnun uppurinn ef menn ætla alltaf bara að hafa eitt orð? Var ekki Born Legacy eitthvað? Og Bond er eitthvað Skyfall, eitt nafn. Var Casino Royale, Quantum of Solace. Vá, 2012. 2012 er eitt orð í bíómyndum.
Þannig að sjáum til, allir bolla kemur í spjall. Halldór Gunnar Fjallabróður ætti að koma í spjall. Ólafur Þór Jóelsson, Ólafur Þór Jóelsson kemur hingað með FIFA 13 sem við ætlum að gefa, þannig að fylgist þið vel með því, hlustendur góðir. Annars ætlum bara að vera í almennum föstaskýr, eða ekki? Já, heldur betur með það. Ég held að. Það eru auglýsingar og svo áfram með topp tónlist. Morgunþátturinn Magasín er á ferð og flugi landið og næsti áfangastaður er Pósthúsbaran á Akureyri, laugardagskvöldið 29. september. Við byrjum helleheitinu frá 10 þar sem við tökum löglegt pubquiz. Eftir það stiga Þórhallur og Erna Dís á svið og slá á létta strengi með uppistandi. Upp úr miðnætti þá tekum við löðrandi sveitball þar sem að Brynjar Már teitir skífum langt fram eftir nóttum. Við hlökkum til að sjá þig á laugardaginn. Vilt þú næla þér í alvöru laugardagspakka á FM 957 í vetur? Pakkin inniheldur Bombay flöskuborð á skemmtistanum Esju, gjafabréf frá Vera Móta eða Jack & Jones ásamt gjafabréfi í Laugarspa og útaborða á Laugarkaffi. Fylgstu með hjá Ingvar Eysteins á FM 957 á laugardögum í vetur og heppnin gæti verið með þér. FM 957, alltaf í gjafastuði. Í september eru sælgeratilboð í 10.11. Kleinurringur á 109 krónur, Kröns súkkulaði á 99 krónur, Prins Póló á 99 krónur, Tróbí á 129 krónur. 10.11, fljótlegt og þægilegt. Það er opið núna á Reykjavík Ink. Reykjavík Ink Tattoo Shop Frakkastíg. Clean & Clear, ein mest selda húðlínan í Bandaríkjunum. Hreinsilínan sem losar þig við bólur og fílapensla. Þú finnur Clean & Clear í næsta apóteki og hagkaupsverslunum. Boo Avenue, þar sem undirfataskúffan þín fær nýtt líf. Hefur þú prófað alvöru kebab? Kebabcenter, Dalvegi 2 Kópavogi. Símið 581 1717. Drögum fjö í dilka. Lottopotturinn stefnir í 40 milljónir. Leyfðu þér smá lottó. FM 95 blöð. Á FM 95. Við kynnum nýtt tromp með lakrísborða í ljúffengum súkkulaði. Tromplaði daginn, fáðu tromp. She take my money when I'm in need. Yes, it's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger, way over town. Only leave your ass for a white girl. Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head. Let me hear that back. Gold Digger á FM 957 og komin er góðu gestur í hljóðver. Hárbrúður með meirum. Atli Bollason, velkomin í næstum því FM 95 blöð. Takk að kjalla fyrir, Jón. Þetta ekki res? Ég er alltaf res. Þú hlýtur að res á riff föstudegi. Já, heldur betur maður. Ég gýraður koma búm búm, sko. Já, varst það keirið í gangi? Ég mætti aðeins á Marína í gæri eftir partí. Já, bet ég sá þig ekki, maður. Ég tók bara svona léttan hring og ákvað að vera ekki upp á borðum. Nei, einmitt. En var þetta ekki stuð? Jó, þetta var mjög mikið stuð. Bara gekk mjög vel og fólk veitist bara í skíunum með. Þetta var flottatinn í Hörpu, byrjuðum þar, sko. Já. Löpum svo bara yfir á Marína og þar var smá partí og svo voru náttúrulega einhverjur að fara með til morgun. Að potið? Ég veist nú að leggja mig, það er nóg að gera, sko. Já, þú ert riffmaður mikill. Ég er riffmaðurinn, bara svo að segja, sko. Já, og svona fyrir þá sem er að hlusta og viti ekki hvað riff er, þá er það alþjóðleg kvikmyndahátíð í Reykjavík. Það er margt afskaplega forvitnilegt á boðstólum. Ég hallast að, ég hef ekki farið mikið á riffmynd fyrir ár. Ég ætla að bæta úr því. Ég er svolítið spenntið fyrir mörgum heimildamyndum þarna. Já, það er mjög sterkt heimildamyndaprogram í ár, sko. Já, ég heyrði Comic-Con. Hvenær er búningasýningin? Hún er í kvöld. Hún er í kvöld. Það sé að sýning Comic-Con er þessi árlega teiknimyndasögur ráðstefna. Ég er mikill comic-fan. Og þarna mæti bara, örugglega mikið af einkennilegu fólki í geimir. Ég gera það fyrir því. Og bara í búningum og það er bara, hann mæti sem bara dvergurinn í Lord of the Rings eða... Bara geðveikt. Já, bara geðveikt. Þetta er einhver ráðstefna, þetta er hérna í Kaliforníu og þetta bara mæta allavega stjörnurnar á þessum heimi, sko. Já. Svo er þess að Morgan Spurlock sem gerir Super Size Me og hérna Where in the World is Obama Bin Laden, hittu hún ekki? Jó. Hann er búinn að gera mynd bara þetta dæmi og einmitt allt þetta steikta lið og skemmtilega sjálfsög sem að kemur og sækir þessa ráðstefnu. Og hann má náttúrulega segja, sko, þetta er náttúrulega svona nexus þeirra Bandaríkjamanna, sko. Þetta er það. Já, og og það er búið að, sko, Nexus er svona að sína þessa mynd í samstarfi við okkur og
þeir eru búin að smala saman fullt af liði sem ætlar að mæta á sýninguna í kvöld í búningum, sko. Já, ég gef mér að þetta verði mjög litrík sýning. Ég gef mér að þetta verði einstök bíóreynsla. Já, ég er svona mannfræði rannsókn bara, mæti í bíó og sjá svo bara liðið rölt inn í skikkju með axir og sverð og... Svona á þetta bara að vera, held ég. Alltaf bara. En bara lifa sér almennilega myndi. Já, ég meina, hvað er betra að fara sem Hobbit og eftir með skjöld og sverðu? Það fyrir eftir hvað myndi er að fara á. Já, reyndar. Mætir eitt með kæru í bíó og bara í búning. Akkur ekki? Akkur ekki? En ég reyndi að segja svona, af hverju ekki? Það er... Þessi sýning, hvar er þetta í kvöld? Þetta er í Bíó Paradís í kvöld og svo sko er partí í kjölfarið á Efri hæðinni á Sólon. Já, þar verður bara fullt af liði, bara í einhverjum góðum búningum. Já. Og ég meina meðal annars borgarstjóri vor, Jón Gnarr, hann tók nú forskot á sæluna í gær og var Obi-Wan Kenobi á opnunarhátíð hérna Riff. Hann var Obi-Wan í gær. Hann var Obi-Wan í gær og ég held að hann ætli nú að endurtaka leikinn, en hann er mikill svona alltaf komikmaður eins og þú sjálfur og ætlar að, já, ég held að hann sé bara búin að vera í allsherjar Star Wars feeling núna síðustu dagar. Þannig að borgarstjórinn í Reykjavík mætir sem væntanlega Obi-Wan Kenobi í Bíó Paradís í kvöld. Þetta er magna og svo þetta Nexus er náttúrulega yndislu stöð. Það er oft mjög gaman að fara þangað og bara ráfa þarna og skoða mannlífi líka. Algjörlega. En hörru, þetta er nú ekki eina heimildamyndi. Þarna er líka einhver heimildamynd einhverjar gleðikonur. Já. Ég er svolítið búinn að heyra hana. Já, það er svolítið verið að tala hana. Það eru sem sagt Fokkens systurnar. Meet the Fokkens. Já. Ekki Fokkers, eins og Ben Stiller. Nákvæmlega. Þær eru sko búið í Amsterdam. Já. Og eru komnar nú vel yfir 70 og búin að vera í vændisbransanum í yfir 50 ár, sko. Þetta er svolítið heimildamynd þær. Þær. Gleðikonur til 50 ára. Nákvæmlega. 70 plus. Og þær eru þekktir karakterar svona úr rauðakörjunni, sko. Það fyrir grettir þau? Ég er bara með gæsahúð á stöðum. Er ekki bara hægt að fá gæsahúð? Er ekki bara verið að tala við þær og svona fara í gegnum helstu atriði og... Já, ég er nú... Fara í gegnum helstu atriði. Nú er ég komið með svipir sjálfur. Já. Jú, ég gerir ráð fyrir að það sé þannig, sko, og ég meina, þetta er náttúrulega ótrúlegt. Ég hef aldrei heyrt neitt slíkt og það eru tvíburasystur í, þú veist, það hefur verið nógu gott að gera bara einhverjar eldgamlar vændiskonur í Rauðakörnu. Já, það eru Fokkens tvíburasystur í Rauðakörnu. En íslenski titillinn er Fokkens hóruðnar. Já, sem er yndislegur titill. Já, sem maður bara gæti ekki. Á hvað myndi þetta fara? Ég er að fara á Fokkens hóruðnar í Bíó Paradís. Það er hljómar, það er eitthvað rangt við þetta, en skemmtilegt samt. Já, og sko liðið sem að gerði þessa mynd. Það er hérna, statt á landinu, eins og gildir svo marga myndir á Riff og þau verða bara núna 6 í Bíó Paradís, held ég alveg örugglega, og þau verða með svona spurt og svara sýningu, svo ef þið viljið fá svona einhvern veginn ennþá betri innsýn í Fokkens hóruðnar, þá er bara að gera að mæta klukkan 6 í Bíó Paradís og spurja leikstjóruna spjörunum úr. Gaman að vera í útsendingu FM 957 og tala þetta, sérst. Ég efa það að þetta hafa heyrst oft. Fokkens hóruðnar. Það mun aldrei heyrast aftur. Aldrei heyrast aftur. Ég eftir að útvarpsstjóri hlaupi hérna inn og hérna kipa ykkur úr sambandi. Þetta er brotið útvarpslög, gerir ég ráð fyrir, sko. Örugglega. En það er alltaf að brotið hér, annað eins og verið brotið. Hérna, Riff byrja, sérst, það er dagurinn í dag. Já, þetta byrjaði þess að í gær. Já, formlega. Já, og það voru sýningar í gær líka. Já, alveg rétt. Og svo eru bara sýningar allan daginn, alla daga til 7. október. Ok. Og þetta er náttúrulega svolítið massív prógram, sko. Þú veist, þetta er ekkert eitthvað grín að kynna sér þetta. Nei. Ég sá það bara í bæklingnum. Já, nema nú er komið svo helviti fínt app. Já, það er eitthvað algjörsnill, ég prófaði það. Já, og þetta er alveg að redda manni, sko. Riff-appið. Riff-appið, sko. Já. Þú bara, ég meina, downloadur svo, þetta ertu bara með alla myndirnar, þú getur hort á trailer og meira með öllum myndum og þú getur séð hvernig þetta er og svo getur þú bara rent í gegnum þetta, tikka við, hvað ætla ég að sjá? Já. Þá bara býr þetta til svona lítið schedule fyrir þig, sko. Þetta er svona pínu eins og Airwaves-appið. Nema miklu feitara. Miklu feitara, Riff kom í einhver svona slag við Airwaves. Pínu svona, já, skemmtilegt. Ja, þetta er náttúrulega bara geggjað. Fólk getur búið til sín eigin dagskrá. Algjörlega. Þetta er bara svona auðveldar manni bara mjög mikið að liggja í bíó, sko. Það er líka gaman við, ekki það var mikið skemmtilega myndið um bíó minna, við vorum að fara við á hann. Hvað sagður? Ég sagði looper vittlust. Hvað sagði looper? Ég held að vera að tala um eitthvað svona looper. Já. Eitthvað sem loopar eitthvað upp. Það er mikið að góðu myndum bíó, looper, lawless, stupid og svona. En hérna, svo er gaman að brjóta þetta allt upp og fara að sjá. Þú veist, einhverja alþjóðlega snið, þýst, ítalst, danst og svo fram. Algjörlega. Svo bírmyndir eru þarna aftur, það tjekka á því, heimildamindirnar. Mér langar þessi heimildamindunum Freddie Mercury. Já. Það er nú eitthvað fyrir þig. Mér líka. Ég er búinn að sjá reyndar alveg eina svakalega heimildamind hann, sem var stórkostlega, þannig að þessi er ábyggla á sviðbúið nótum, þannig að ábyggla vel þess verið að sjá þetta. Já. Algjörlega, hún er glæný, bara ég held hún að komið út fyrir 3 dögum síðan eða eitthvað. Fyrir sýnt á BAFTA-hátíðinni í Englandi í síðustu viku. Og ég meina, þú veist,
Allur anskotið maður, við erum með myndir hérna, til dæmis indie tölvuleikjaframleiðendur. Ég vissi hvað þetta væri til, Annað fyrir þig, Sverrir Bergmann. Ég bara farinn. Þú ert bara farinn. Þú ert að sjá Fokkens hórunar, þú ert að fyrir því. Hleður í það bara eftir. Og svo indie tölvuleikjaframleiðendur. Já, algjörlega, og ég er ekki búin að sjá hana sjálfur, en ég heyrði að fólki sem fór í gæra á myndina We Are Legion, sem fjallar einmitt svona hakkara og hvernig þeir eru Anonymous hakkarana. Nákvæmlega, þeir eru svona sögu og áhrif. Þetta víst algjörlega sturlumynd, Ég held að það sé svona, ég ætla svolítið mikið að taka heimildamyndar, mér langar að sjá nokkra stuttmyndi líka. Einmitt. Svona Elvar Aðalsteins að gera, Richard Scobie með einhverja mynd ekki það? Jú, Nilli meina. Nilli með mynd, Richard Scobie með mynd. Hver er ekki með mynd í ár? Hver er ekki með mynd í Rif? Þannig að þetta er skemmtilegt. Við ætlum að kíkja á Rif, kannski kíkjum á trailer og eftir úr, bara við. Já, endilega. Þetta sýnum útvarpinu. Og Meet the Fokkens, sem getur verið sérlega skemmtilegt. En Atli Bolla, takk kærlega fyrir að kíkja á okkur hér í næstum því FM 95 Blöð. Við ætlum að riffa okkur í gangum helgina. Ég trúi því og vona. Takk fyrir aðunur. Takk. Mættur í hljóðver, Halldór Gunnar Fjallabróður. Já, Pálsson, blessaður. Velkomin til leiks. Blessaður. Það er mikið Sverris Bergmann Halldór Gunnars þema hér á eftir. Já. Nýtt lag af eintilegri sólarplötu hjá Sverri. Föstaslagið. Og svo föstaslagið. Föstaslagið. Vá, við stöðum allir þrír, geðvegt. Hvað getum við gert annars? Hvað getum við gert meira? Þið bara... Á einum föstudegi? Við takkum einhvern veginn eitt þátt sem er bara lög með þér. Já. Og ykkur. Ok. Hvernig er það? Og hvað, svo ég bara, nei, ég ætla ekki að segja neitt meira. Nei. Við tökum einhvern tíma bara klukkutíma að mæta með kassagítarinn og tökum við óskalöfum. Hvernig væri það? Partí. Það væri bara gaman, bara eitthvað partí. Bara heima partí. Óskalöf í beinni eins og Sniglabandi voru með í gamla daga. Já. Já. Hringdi bara inn og til að fá Herbert og Steven. Og þeir bara... Þá var það bara spilað. Það var bara spilað. Þannig að... Þá þarf þú að kunna þetta allt, Sverrir, Við erum með texta. Þeir kunna aldrei allt. Ég er með internetið, Það er bara, það er allir textað þar. Já, Sniglabandi var ekki með internetið. Nei, þetta erum við ekkert Sniglabandið. Þú varst með internetið. Hörðu, Halldór Gunnar, segð okkur, þú ert að vinna skemmtilegt verkefni. Já, mjög skemmtilegt. Þjóðlagið svokallað. Já. Segð okkur, hvað er þjóðlagið? Þjóðlagið er lag, verkefni sem ég byrjaði í mars síðastliðinn. Já. Sem er lag sem ég samdi og fekk svona pínleiti klikkað að við myndum að fara kannski bara hringinn í kringu landi og reyna að fá svona 30.000 manns til þess að syngja í lokakaflanum á laginu. 30.000? Já. Ok, það er... Carry on. Það er ákveðið. Já, það er ákveðið. Og ég er svona, ég er búinn að taka upp á okkur 80 stöðum og taka upp reyðilega 10.000 manns. Ok. Og er að fara að staða núna aftur í þessum mánuði og ætla að klára hringinn og hlaupa með mikrofón í Reykjavík eins og brjálæðingur og reyna að ná þessari tölu og loka þessu lagi. Og hvað getur fólk gert til þess að koma til þín og fá að syngja inn á þetta lag? Já. Ef maður er 1.30.000? Góð spurning. Það er náttúrulega að hafa samband í gegnum Facebook-síðu sem við erum með. Þjóðlag. Þjóðlag? Já. Svo erum við með heimasíðu, þjóðlag.is. Ok. Er það tjóðlag? Já, THJ. Þakkaði fyrir. Og góður í íslensku. Tjóðlag. Sem betur fyrir með þið það? Já. Hvað var það samfélagssnillingur? Annars fær allir bara hendin þotn og eðinu. Já, reyndar það er nú hægt að láta það virka það er annar máli. En þetta er alveg bilað og mjög skemmtilegt verkefni. Er það ekki? Jú, vera búin að hitta fólk allstaðar á landinu. Og allir að syngja það sama? Allir að syngja það sama. Ok. Sumir falskir, aðrir ekki. Já, það er bara gengur gerist. Þannig að þú getur alveg verið með. Já, ég er svo rosalega falskur. Ég get ekki sungið til að bjarga lífi mínum. Já. Þess vegna er hirskáld Geirdallana, það er bara Sverrir Bergmann. Hann mæti bara syngur. Já, ég er einskilving. Það er bara pappas má ekki kíkja heimsókn og það hringdi mig. Það sem tveir Geirdallar koma saman, það syngur Bergmann. Getur þú tekið Johnny Cass eitthvað eða bara, komdu bara. Syngdu. Svo margir fyrir utan hljóðfæri. Hann er það svo sannlega. Það er bara bóðið. Ég er að finna alltaf meira og meira fyrir því. Ég er bara hljóðfæri. Ég á nefnilega góð að sögu því hvernig hann hljóðfæri hann er. Við vorum ekkert að spila í einhverju partí upp í Hvalfirði og þá voru einhver konur sem að baðum útihátið með greifunum. Upp á palli, inn og hann bara, nei, ég veit ekki hvað lag þetta er, ég kann þetta ekki. Ég bara, ertu að grínast, þú veist alveg hvað lag þetta er. Já, greifarnir? Já, hann bara, nei, ég get ekki. Ég þekki lagið. Já, tristir ekki að syngja það. Þetta er ekkert mál. Já, ég man þetta ekki. Og þá bara var ég með texta fyrir fram mig. Ég spila á gítarinn, svo söng ég bara í eyrað á honum. Og það sem ég söng í eyrað á honum kom út munninum á honum. Já, það er ekkert annað. Sko, ég sá fyrir mér það var skemmtilega grafískt. Já, þakka.
En ég hef aldrei samtað vel, sko. Já, ég skal vel trúa því. Sem söngvari. Þetta var alveg merkilegt, sko. Sverrir Bergman bara fjallabræða lúðurinn. Lúður. Já, gjallarhotnið Bergman. Og hvenær verður þjóðlagið tilbúið og hvenær færi fólk að heyra afræsturinn núna? Ég ætlaði alltaf fyrst bara að vera, þú veist, 2 vikur að þessu, en ég er búinn að vera marga mánuði að þessu. Ég er svona, mér sýnist að ég geta klárað þetta á svona mánuði, 1,5, svona frá með deginum í dag. Svona november. Það verður frumflutt við hátíðlega athöfn. Já, það verður mjög hátíðlega athöfn. Sko, Halldór, nú ég... klift á borða eða eitthvað. Nú ég ammali eftir 1,5 mánuð. Jú. Ég vil fá þetta að lagja ammaliskjöf. Ég hef ammali á miðvikudaginn. En þjóðlagið verður ekki tilbúið það. Við náum ekki 20.000 manns á einhverjum 400 dögum. Ekki nema að þú bjóður í eitthvað svaðalegt 20.000 manna partí. Ef ykkur getur rettað 20.000 manns fyrir miðvikudag, þá lítið það verður þú. Það hlýtur að vera. Smá pressa. Bara landstjóri Íslands fer bara í þetta 20.000 manns partí. Bara strax. Gerðu það? Já, við bara fer í það. Það heitir Ísland, sko. Það heitir Ísland? Já. Henda það uppsólinu á það og Ef þú rettað 20.000 manns, þá getur við rættið það. Það var laginu. En hörðu, svo er nú meira, svo eru þið að búið til, hörðu, svo sem fyndið, Sverrir Bergman í þættunum núna, næstu því FM 95 blöðum, með mér, og svo er að fara að plugga honum, sko. Já, nú er hann komin í viðtal, sem sagt. Nú er hann komin í viðtal, nei, ekkert viðtal, minna það er að koma að plata, það er ekkert leyndamál. Nei, það er ekkert leyndamál. Kemur í loka október, ekki? Já. Ok. Fallið lauf kemur nú til með að heita og... Fallið lauf? Já, þetta heitir lag, plötunar heitir Fallið lauf og þá heitir platan það sama. Og hvað þetta var? Þetta var titillag plötunar, heitir Fallið lauf og heitir platan sama. Er það þannig? Já. Einhvað, ég veit ekki, alveg saman. En við ætlum að gera, það er sérst komið nýtt lag. Já. Þið vinnum mikið saman og sem mikið saman. Við vinnum mikið saman. Já. Og hérna... þetta lag, ég menn, Þetta er gamalt Tom Waits lag. Já. Sem er, hérna... Hann er lítið spilaður á FM. Tom Waits er ekki mikið spilaður á FM. Ekki mikið spilaður á FM. Tom Waits er aðeinslegur. Og það er plötu sem heitir Closing Time. Lagið heitir Old 55. Ok. Orginallinn. Og búið íslenska. Maður að nafni Skúli Þórðarsson, kallaður Skúli Menski. Já. Hann og Anna Snillíkur. Anna Snillíkur. Svolítið mikill Tom Waits maður líka. Já. Ok. Þannig að lagið heitir Kærleikur, von og trú. Við ætlum bara að hlaða í það lag og svo kemur aftur og eftir með föstaslagið. Já, það er nú bara fastu lið. Það er svolítið mikið. Fólk eru komið nóg, Alls. Nú bara mælum við með því að fólk hækki í Kærleikur, von og trú með Sverrir Bergman. Halldór Gunnar, takk fyrir komuna. Takk fyrir það. Takk. Vilt þú vera hrókur alls fagnaðar og bjóða vinnufélagunum í ævintýraferð fyrir bragðlaukana á Krúatæ? Á hverjum fimmtudegi í morgunþættinum Magasín drögum við út fyrirtæki vikunnar sem fær matarveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúatæ. Skráðu þig og þitt fyrirtæki á heimasíðu FM og þú getur átt von á veislu. Krúatæ býður upp á frábært úrvals af tælensku mat í hæsta gæðaflokki. Morgunþátturinn Magasín og Krúatæ. Vilt þú næla þér í alvöru laugardagspakka á FM 957 í vetur? Pakkin inniheldur Bombay flöskuborð á skemmtistanum Esju, gjafabréf frá Vera Móta eða Jack & Jones ásamt gjafabréfi í Laugarspa og út að borða á Laugarkaffi. Fylgstu með hjá Ingvar Eysteins á FM 957 á laugardögum í vetur og heppnin geti verið með þér. FM 957, alltaf í gjafastuði. Túborg kynir útgáðutónleika Retro Steffson í Iðnó föstudaginn 5. október næstkomandi. Miðasala er hafinn á miði.is. Túborg og Retro Steffson eiga skap saman. Fjörið hefst með Túborg. Á Dominos.is getur við skoða matseðilinn okkar, kynntir tilbúðin okkar og að sjálfsögðu panta máltíðina þína. Þú meira segja getur fylgst með stöðun á pöntununniðinni í rauntíma. Pantað á Dominos.is. Universal kynir Savages. If you want to control a man, find his weakness. Hörku spennumynd frá Oliver Stone með John Travolta og Benicio del Toro í aðalhlutverkum ásamt fjölda annara stórleika. Savages, sýnd land allt í samstarfi við Securitas. Og við allan sólarhringinn, í Skeifunni, í Garðabæ og á Eiðistorgi. Hagkaup. Ein ferð, betra verð. Hópkaup bjóðan og viðskiptavinnum sínum 100% vöruvernd. Ef kaupin standast ekki væntingar, getur þau óskað eftir endurgreiðslu. Þannig tryggjum við ánægju viðskiptavina. Hópkaup í krafti fjöldans.
Perform.is og Heilsuform Reykjanesbæ kynna 15% afslátt af öllum vörum frá BSN út september. Í tilefni af því að nú loksins komið í búðir Nóust Blóð 2.0 ný og endurbætt útgáfa af einum vinsælasta pre-workout drykk fyrr og síðar ætlum við að bjóða upp á 15% afslátt af Shake that. Every day I'm shuffling. Shuffling. Step up fast and be the first girl to make me throw this cash. We get money, don't be mad, now stop. Hating is bad. One more shot. Every day I'm shuffling. LMFAO Föstudagur frá FM 957 næstu því FM 95 Blö Jón Gunnar Geirdal og Sverrir Bergmann með ykkur í fjarveru Auðuns Blöndals. Mikið rétt, veistu hvað LMFAO hann stendur fyrir? Nei, ég bara maður ekki, hvað er þetta? Hvað var þetta? LMFAO. Já. Fyrir hvað stendur þetta? Laughing my fucking ass off. Vissur þetta ekki? Og þeir eru það svo sannarlega. Þetta vantarlega. Veistu hvað YOLO stendur fyrir? YOLO? Já, YOLO. Hvað er með það? Veistu það ekki? Komdu bara með það. Nei, you only live once. You only live once. Wow. Skamstöðunar Bergmann. Mættir í hús. Ég held að allir vissu þetta, ég bara... Þú ert bara upplýsað. Þú ert alltaf fættur á einhver annar öld en ég, þannig maður bara að halda þér upp farin. Þetta er gamalt grín. Herðu, Gunnar Nelson er glerharður einstaklingur. Hann er að fara að keppa, eða berjast á morgun, eða ekki? Hann er sérst að fara að berja einhvern á morgun. Já, ég vona það. Í beinni útsendingu á Stöð Sport 17:55 á morgun. Og á línu er, góður drengur. Sem hefur með lent í slag og farið í hringin á móti Gunnari Nelsoni. Já, gekk rosalega vel. Hvað segir maður? Gunnari Nelson? Já, bara móti Gunnar Nelson. Egill Einarsson. Gunnari Nelsoni. Ég leiðrétti mig, rólegur. Hvað heitir þá pappans? Gunnari Nelsoni. Hann heitir Nels. Hann heitir Nels. Já, ég er búinn að prófa að fara í The Ring með Gunnar Nelson og það er eitthvað sem ég mæla ekki með. Þú mælir ekki með því? Ég er hinn almenna borgara, sko, sem er ekki þrautþjálfaður MMA-fighter. Já, þú ert... Það var ekki gaman, þú veit ekki það. Hann pakkaði þér saman og var ekki Öddi líka, eða? Nei, hann pakkaði bara með saman, Öddi hló bara, Öddi var mikið plussi, hann stóð bara að horfa á. Já. Þannig að Þannig að hann er svo sannarlega öflugur, það er sem maður alltaf séð það. Vandamálið er, sko, að Gunnar Nelson er ekki nema 170 punda maður. Já. Deilið í því 2,2, Sverrir, þú starfaði hvað er það í kílóum? Það er eitthvað stað rétt undir 80 kíló. Já, hann er 75 kíló pluss. Þannig að hann er léttur, en fárlega sterkur. Fílhraustur. Hann er bara svo kirkistangað þegar hann er búinn að ná takja þessu. Já, og aðalega sem hann hefur, sko, hann er rólegur, sko. Þú veist, þegar að setja Markhuesana drastlið sem hann að fara að drasta á morgun. Já, DeMarcus Johnson. Já, þegar hann verður, þú veist, inn í klefa á sér á morgun, hálfgjörður barða að brjóta spegla og sæka sig upp, þá er Nelson sofandi inn í klefa á sér. Já, bara silkislagur, púlsinn bara rólegur. Hann leggur sér alltaf rétt fyrir barða. Ég byrði anskotan það hægt. Það er eitthvað gæri að setja olbú í andlitaður, hvernig getur þú sofandi hálfgjörðan fyrir það? Já, fara inn í hring, þú veist að einhver er að reyna að berja því í hakk. Það er reyndar ótrúlegt. Það hlustar ekki á hvað spilar hann alltaf þegar hann kemur inn? Hjálma eða ekki? Já, Hjálma. Já, ok, það er skemmtilegt. Þegar hingaginn verður vantilega með Thunderstruck, þá mætir Gunnar Nelson með Hjálma. Já, nýbúinn að leggja sig. Þannig að hann er svo rólegur. Hann átti að byrja bara svona að læra á hingaginn, leifa hingaginn að það er að kolvillust fyrst, láta hann að skýla sér og sparki í sig og svona horfa hann hvernig hann er að vinna þetta. Svo nær hann taki. Ég meina bara kirkjan, það er ekki flókið. Já, svo nær hann taki, þá er hann bara svo kirkislanga eða bara krókódílskvikindi. Mér fyndi, ég var að sjá auglýsingu fyrir þessa bardaga og þá er einmitt kynntir báðir til leiks og þeir eru báðir með nickname eða svona gælnafn. Já, sem er hvað? Gunnar Nelson er með Gunni og hinn er með Darkness. Hinn DeMarcus Darkness Johnson. Hinn er Gunni. Gunni á móti Darkness. Gunni er bara þannig gæi, hann er svona bara, hvað er nicknamið? Bara Gunni. Gunni bara. Hann er ekki bara rólegur. Hendi sér bara í glow í lunch, bara rólegur, nýbúinn að leggja sig, fer svo að kirkja einhvern. Sem heitir Darkness. Það er eitthvað kirkja Darkness eftir. En málið er að hann er að vera með góðan gæi, þessi gæi
komst í úrslit í Old Red Firing Championship sem svona raunverulega áttur, sko. Já, það UFC? Já, byrja ykkur Takk, Eid. Já. Og það enda 2 náttúrulega eftir og það úrslitabardaði og sá gæði komst úrslitabardaði, hann tapaði þar, hann góður. En málið, hann er aðalega góður í spörkum og kýlingum. Já. Og margir halda sko að Gunnar Nelson sé aumingi á fótunum. Já. Sé bara góður í gólunni, hann er með svartabelti í karate, hann Gunnar Nelson, og hann getur sparkað í andlitið á mönnum, hann getur hringsparkað menni að vilja. Já. Þannig að þetta verður... Þegar bloodsport á þetta. Hann getur kannski hjálpa okkur með Jean-Claude Van Damme, hann á hugmyndin ykkar, hún var frábær. Já, hún er ennþá í gangi, það er ekki búið, ég er búin að ná sambandi við Umboðsmenn. Manager, ég kom með maili á honum, ég er að vera að drita á hann post. Já, ég hlakka til að sjá mock-up af þessum, hver vill ekki... En morgundagurinn, sko. Já. Bara dagskráin frá 11:45. Já, komdu með dagskrána, fyrir svona íþróttafíkla eins og þig. Hvernig er dagskráin hjá Ægjöl Einarsson frá Hátegi á morgun? 11:45, Chelsea Arsenal, og við Blikamenn og Ventla stjórnum líka alltaf hittast á sport, styrleik og það verður stemning og síðan verður röll bara yfir Kópavogsvöll. Já. 14:00, það sem er Breiðablik-stjarnan, baráttuð með Evrópu-sæti. Og 16:30 er United Tottenham. Já. Strax ára eftir er Gunnar Nelson. Þetta er stanslaus. Það er veisla á morgun fyrir íþróttafíkla. Ég verður fyrir skaup á morgun. Þannig að kærustur, eiginkonur og það á morgun, þær eru ekki í sambandi frá... Nei, það var skilning fyrir svona, þetta er svona dagur, kemur aldrei. Nei. Þannig að þetta er veistla og En nú er mér á vinstri hönd mjög ástofnginn maður. Heldur að hann fái breykt til að vera að horfa á íþrótti frá Hátegi á morgun? Ekki fræðilegur. Ekki séns. Ekki séns? Jú, hvað? Við ætlum að heyri Marine Manda á eftir. Heilan dag af entertainment. Aldrei. Það er ekki að ræða. Kannski hálfleik af United Tottenham með eitthvað, búið. Já. Alltaf að horfa hann að leiki allan dag, kemur þetta. Þetta er alls ekki svona, mér er ekki bannað neitt heima á mér, sko. Nei. En þetta er bara, þetta er indælt. Laka til að sjá þig á 11:45 á sport. Þú veist, ég hef bara engan á þessu leik, sko, ef ég á að vera alveg... Chelsea Arsenal? Já. Ég ætla að skella mér á Blikavöllin. Ég ætla að sjá þá... Já. Kemur með Blikanum reitt á sport og rölti sér með Blikanum reitt á völlin. Ekki vera með allt niður þig. Nei, ég skal ekki vera með allt niður mig. Já, kemur með gilsána með það. Já, við förum í það, vinnur. Hörðu, takk fyrir Gunnar Nelson upplýsingarnar. Er ekki bara rólegri kvöldið það? Jú, slökunni kvöld fyrir risa dag á morgun. Já, þú bjallar bara í mig svona kvöldmandaleiti þegar ég þarf að fara að koma þér heim. Ég gerir það. Hörru, Gunnar Nelson, 17:55 á morgun í beinni á Stöð 2 Sport og fyrir þá sem fá leyfi frá 11:45 byrjar íþróttaveislan á lögati. Þið miður, Bergman, sorry. Ég er góður, sko. Labyrinth og Tiny Tempa, FM 957. Hörðu, það er komið að því að gefa hér fleiri 10 miljóna, Sverrir Bergman. Já, mögulega. Mögulega. Lottopotturinn semst á morgun stefnir í 40 miljónir, segja mér fróðari menn. Já. Ég vil að maður vesti sér lottó með það. Hvað myndir þú gera við 40 miljónir? Ég myndi fara í eitthvað svalett frí. Hvert? Ekki segja frí, hvert langar er frí? Ég verði til að fara til Vegas, maður. Ég myndi fara til Vegas, setja restina undir á svartan og sjá til. Það er ekki smá dýr Vegasferð. Hvað gerir þú í Vegas? Kannski doblast þetta. Já, jafnvel. Nei, ég myndi aldrei þóra að gera. Eða einhverju hálfur miljónu í það. Já. Og setja svo bara 39,5 á svartan. Já. Svo bara dettur hann, þá ertu bara góður. Þá ertu bara golden. En mjög ill í maðanum en þetta er ekki, sko. Já, ég get rétt ímyndið með þar. En þetta er það eina sem þú myndir gera. Nei, ég er bara með dattingar. Ráðsettur. Já, nei, maður myndi köpa sér kannski gítara og Neumann mikrofón og hætti að spyrja mig svo reyli. Hvað myndir þú gera? Ég veit ekki. Ég myndi vilja fara í einhvað frí. Já. Einhvað svona Fiji eða eitthvað svona rugl, bara heimsreisi Fiji? Já, ég bara liggi í einhverjum kofa einhvers staðar og fá bara ávegst og kampa inn á mótnana og... Hawaii, maður. Hawaii, gæti verið skemmtilegt. Og borga Jack Johnson fyrir að koma og spila. Já, Jack Johnson er bara á kantinum að spila. Það er skemmtilegt. Já, það er gott. Svo myndi hann bara kaupa sér bara flottan bíl og eitthvað, ég veit ekki. Já. 40 miljónir, það ætti að gera eitthvað fyrir það. Svo sannlega. Þannig að hlustendur góður, þið hringið inn í 511-0957 ef þið viljið mögulega vinna 40 miljónir. Við erum að gefa hér Víkingalotto líka? Hvað segir Eisteinis? Þetta er Víkingalotto og svo er þetta bara venjulegt lotto sem að það dreigja út á morgun. Þannig að þið getur verið að gefa, er það ekki 40 miljónir í venjulega lottóinu og svo yfirleitt nálægt milljarði í hinnu? Já, allavega einhver hellingur í viðbót. Það er að vinna miljard?
Já, vinna 1000 milljónir. Þá erum við að tala saman. Já, þá erum við að... Þá kemur ekki Jack Johnson. Þá er bara U2 að spila með okkur á Hawaii. Víkingalotto. Og fleiri. Ef þú ert mjög heppinn í Víkingalotto. Já, hvað er það? Unnið 2,1, eða þú veist, 2100 milljónir. Vá, maður, því líka töl. 2,1 miljard? Já. Það er rosalegt. Það er svolítið mikið. Það er einhvað hægt að gera í Vegas fyrir þann penning. Pæliði. Við erum nú verið í Vegas við félagarnir. Þú eru gefið 20 manns 100 milljónur og skilja eftir 100 milljónur þetta þér. Sverrir Bergman, starffræði haus. Wow. A beautiful mind. Hörðu, já, við vorum í Vegas eins og við félagarnir, ég og Sverrir Bergman, mjög skemmtilegt. Það var rosalegt. Búin að það var blá, edru og góður. Já, þetta var mjög fallega binga. Kirkjur og söp, skutum af Vélbyssu, manstu það? Já, það var mjög gott. Það er þetta að leiða sér byssu og skjóta það sem þú vilt. Nei, ekki það sem þú vilt, en þú getur... Ekki skjóta það sem þú vilt, Þú getur fengið plaggút af hinnum ýmsu óþokkum. Við skutum Obama og Hussein og eitthvað. Nei, við skutum ekki Obama. Ekki Obama, hérna... Osama. Jó, við skutum Obama í Gunstore fyrir utan Vegas í Bandaríkjunum. Slip of the tongue. Yes. Allavega, það var mjög skemmtilegt. En hörðu, hlustendur á línunni. FM, góðan dag. Halló, halló. Ekki feiminn. FM, góðan dag. Já, góðan daginn, ætla ekki að láta með það. Það er bara aldrei að vita. Hvað heitir þú? Ég heiti Þórunn. Hvað segir Þórunn góð? Hvað ert að gera, Þórunn? Ég er að keyra heim. Þú ert að keyra heim. Varst í vinnu eða skóla? Ég er í fæðingarorlofi. Þú ert í fæðingarorlofi? Til hamingju með það. Takk fyrir. Hvað er gormurinn gamall? Hún er 5 mánaða. Já. Hvað myndi nýbakaða móðurinn gera við 40 milljónir sem við mögulega að gefa þér á morgun? Ég veit það ekki alveg. Ég myndi borga yfirdráttarheimildina sem ég er með. Það er ekki smá yfirdráttarheimild. Það er ekki smá yfirdráttur. Nei, það er svona ekki svo mikið, en ég myndi nýta það í það. Já, það er reyndar mjög skynsamlega. Borga upp skuldir, það er mjög sniðugt. Já, mjög sniðugt. Hvað myndir þú gera þegar þú væri búin að borga hennan skelfilega yfirdrátt? Hann er nú ekki svo hár, en ég myndi örgulega kaupa mér bíl og kaupa mér hús. Þú myndir kaupa bíl og hús? Já. Já, það er mjög skynsamlegt. Þá er barnið í toppmálum. Þá er Junior í toppmálum. Hvað heitir litla damann? Hún heitir Harpa. Hún heitir Harpa? Já, það er fallegt. Já. Hörðu, við ætlum að gefa þér lottómiða. Er það ekki, Sverrir? Jú, það er bara þannig. Það er bara þannig. Þannig að þú getur þá vonandi á morgun, þegar þú byrjar að öskra heima hjá þér, þú er búin að vinna milljónar og hugsa til okkar hérna. Já, ég ger það. Svo bara mánudaginn fyrir að borga yfirdráttinn og kaupir hús og bíl. Já, býðir svo fram á miðvikudag og vinnur kannski 2 milljarða. Já, svo vinnur kannski 2 milljarða á miðvikudaginn í Víkingalottónum. Já. Þannig að heldur við, þá nú kannski, þú veist, hendur þú smá í okkur, eða ekki? Smá ur. Kannski. Er það ekki? Ég hef ekki að lukta það. Herru, þú bara nálgast þetta hérna í Skaftalína? Já. Og bara... Má ég láta aðra manneski sækja fyrir mig? Já, bara endilega. Hvaða manneskjum? Herru, ég er ekki alveg búinn að ákveða það. Þú ert ekki búinn að ákveða. Þetta verður allavega á þínu nafni hér. Er það ekki einhver? Já. Yndislegt. Þá bara farðu varlega þarna úti. Já, ég ger það. Við byrjum að heilsa hörpulitlu. Já, ég skil því. Og gangið vel í lottón á morgun. Það verður gaman að fylgjast með. Takk að þið fyrir. Ég vona að ég vinni. Já, við vonum það svo sannarlega líka. Já, það ekki. Herðu, takk fyrir þetta. Herðu, þá er það máluna. Sverris Bergmans þemað hér. Já, það er föstudagslægið. Það er föstudagslægið. Segðu okkur frá föstudagslægið dagsins. Föstudagslægið dagsins er eftir hann Stefán Undur, Stevie Wonder, og það mun vera lagið Superstition. Já, það er gott partí. Þú ert nú mikill Stevie Wonder maður. Er ekki allir Stevie Wonder? Ég held að hljóta að vera. Það hlýtur að vera, sko. Stevie Wonder er alltaf algjörsnillingur. Já, ríkala flottur. Já. Hann á eitt og eitt lag. Þetta er bara svona nettur föstudagsfílingur í þessu. Já, það er föstudagur. Glampandi sól, eða var það allavega áðan. Við erum hérna í gluggalausu umhverfi, í einhverjum gjallara í miðborginni. Þetta er alveg tilvæli að lifta glösum við þetta lag, sko. Það er svona mjög hressandi. Já, það er einhver að lifta sér upp í kvöld. Ég held reynda fleiri á morgun, eins og Egill, vinur okkar Einarsson, lýsti á það. Þá er mikið og stór dagur á morgun og svona uppskjöru hátíð víða bæ, Pepsi-deildinni líkur á morgun. En það er alveg að vera góð fíling, þú mæs ekki að lifta sér upp. Já, að sjálfsögðu. Það menn hækkar fólk á leiðinni heim úr vinnunni, skólanum og hækkar í Superstition með Sverri nokkrum Bergman og Halldór Gunnar glamrar á gítar. Yes. Bróðir þinn,
Hún er systir þín. Kristján Ingi og Ósk Gunnars á laugardögum frá 10 til 1 á FM 957. Þannig að Ben Stiller, ef hann að fara bara frá íþróttahúsinu og niður á Höfn, sem bara 200 metrar eitthvað, þá tekur hann þyrluna. Já, núna þeir að þetta alls bara gera það Grænlandi, og þeir vilja hafa ísjaka, en það engin ísjaki þetta, þú þekktu það ekki. Þetta ekki komin vetur. Nei. Og það kom aldrei ísjaka þetta hvort þér. Þeir fengu þetta málara til að mála eiguna hérna utan, hvíta. Þeir spastlaðan og málaðan upp. Þetta er risastór eyja, þetta er sker, þetta er risastórt og það er bara búið að spastla hann upp. Sætari en vínabrauð og feitari en franskar. Kristján Ingi og Ósk Gunnars frá 10 til 1 á laugardögum á FM 957. Þú færð eftirréttina frá Hamborgarafabrikunni í Hagkaup. Gulrótarkakan, fabrikuísinn og hinn eina sanna skýrterta fabrikunar. Hamborgarafabrikan í Hagkaup. Biðin er á enda. Leikurinn hefur verið flautaður á. FIFA 13 er lendur í BT Skeifunni og Glerártorgi. Spilaðu með. Clean & Clear, ein mest selda húðlínan í Bandaríkjunum. Hreinsilínan sem losar þig við bólur og fílapensla. Þú finnur Clean & Clear í næsta apóteki og hagkaupsverslunum. Universal kynnir Savages. If you want to control a man, find his weakness. Hörku spennumynd frá Oliver Stone með John Travolta og Benicio del Toro í aðalhlutverkum ásamt fjölda annara stórleikara. Savages, sýnd land allt í samstarfi við Securitas. Ódýrt í Krónunni helgina. Kjúklingabringur á aðeins 1889 krónur og ungnautahakk á aðeins 968 krónur kílóið. Krónan fyrst og fremst ódýr. Þær eru frískar, fjörugar og 40 milljónirnar í lottóinu. Lifðu þér smá lottó. FM 95 blöð á FM 95. Við kynnum Don't wake me up, don't wake me. Chris Brown, Don't Wake Me Up, hér á FM 957, næstum því FM 95 blöð, Jón Gunnar Gerdal og Sverrir Bergmann með þér. Hér á eftir mætir Óli Jó. Ég vil eftir góður í útvarpið maður. Er það ekki? Jó, þetta er bara, mér langar bara að loka augunum og ímynda mér, þessi heima og hlusta útvarpið. 20 árið setna. Ég heyri með dagann, ég er frá útvarpið, hvað? Betri blanda var allur? 94 bara all over again. Varstu 94 með betri blanduna? Ég byrjaði 1994 á FM 957. Hugsaður 18 ár síðan. Hvað ertu gamall? Jesus Christ. Ég byrjaði 16 ári í útvarpið. Þegar útrás var, hérna söngvakeppni framhaldsskólanna, útvarstöð framhaldsskólanna, wow. Var það útrás? Það var útrás. Það voru framhaldsskólanna með svona útastöð og maður bara, hver skóli fekk svona x tíma og mjög skemmtilegt. Það er mjög sniðugt. Þannig ég og Þór Bæring, stóruvinur minn, byrjuðum þá. Og eruð enn að? Og erum enn að. Vá. Þessi gömlu kallar. Hættu þessu. Og hljómum svona vel. Það er nú málið með Rödd og hún vil oft bara verða aðeins meira juicy, sko. Er það ekki? Eftir þess að maður eldist. Jú. Takk fyrir það. Ég segja það. Bátum mánarins. Bátum mánarins. Fokkar ekki þessu. Herri, við vorum að hérna spjalla. Þú hefur engan áhuga á þessu. Mér er alveg saman. Nei, segðu mig frá þessu. Sónarhátíðin á leiðin til Íslands. Wow. Þetta var á forsíðu Fréttablaðsins í morgun. Það sem stórvinur minn Björn Steinbeck var að segja, hann sagði ekki neitt, hann bara staðfesti þetta við Fréttablaðið að Sónarhátíðin yrði á Íslandi. Þá spyrst þú. Nei, sko málið, ég veit eiginlega ekkert hvað þetta er. Nei, ég hef aldrei farið, ég veit svo sem ekki mikið. En ég veit að þetta er mjög stórt af því að það var mjög mikill æsingu fyrir þessu á mínu vinnustæði í morgun. Já. Menn voru virkilega spenntir, þannig að segja mig, hvað er þetta? Það litla sem ég veit, ég er bara innan vísi.ri, sko, það sem að fréttin frá því í morgun er þar inni. Hinn heimsfræga tónlistarhátíð Sónars verður haldin í fyrsta sinni í Hörpunni í Reykjavík dagana 14. til 16. febrúar. Já. Og þetta byrjaði 94 á Barcelona-spáni. Ok. Síðan þá er þetta búið að flakka São Paulo, Höfðaborg, Tókíó, London, Frankfurt, Buenos Aires, Seúl og Reykjavík 2013. Svalasta höfuðborg í heimi. Svalasta höfuðborg í heimi. Þetta er svona elektro og indie tónlistarhátíð. Við erum með Airwaves fyrstu helgir í nóvember, sem ég hlakka mikið til og mikill Airwaves aðdáandi, eins og oft hefur komið fram. Já, þú í fyrra, þá varst þú bara á hóteli, bara eins og túristi. Menn reyta af sér. Já, sæl. Ég tók það. Það var mjög skemmtilegt. Taka túristan í Reykjavík. Hvenær skoðar Reykjavíkurborg? Ég var náttúrulega flutt ekki tinga fyrir en ég var 20, sko, þannig að þegar maður kom suður þá skoðaði maður þessu, sko. Já, ekki það, ég var ekkert að missa mig einhverjum söfnum og stuttum og gæn, þó að sé nóga svoleiðis, en það bara Airwaves er svo skemmtileg, maður, endalaus músík og off-venue frábært, dagskráin er yndisleg, löngu uppselt, þannig að fólk er nú vonandi komið arband, en allavega, Sónarhátíðin er 14. til 16. febrúar 2013
Og þetta er bara svona elektro-indie, þarna, þeir sem hafa komið fram þarna, Fatboy Slim, New Order, Hot Chip, Lana Del Rey, Roots, James Blake, Human League, Aphex Twin, Underworld og talar að 30 flytjendur takir þátt í Sonar hér á landi, helmingur erlendur. Þannig að það er von á góðu. Já, þetta er frábært. Þannig að það verður mikil elektro-indie tónlistarstemming hér í miðjan febrúar. En á eftir, við ætlum að gefa FIFA 13. Já. Snillingurinn og, góðmennið og öðlingurinn Ólafur Þór Jólusson ætlar að kíkja heimsókn. Game TV bróðið þinn. Hvernig er þátturinn á dagskrá? Svona fyrir þá sem að... Hann er á Pop TV á 50. Já, í gær. Já, og svo er hann á stöð 2 svona snemma degi til á förstöðum. Svo þetta er rétt að það. Má það? Það ringja þau ekki bara húsmeðurinn alveg brjálar því að þið er að sína einhver töluleika sem að vera stúdullum. Það má ræða það sko. Förum við það eftir, en Óli Jó kemur færandi hendi. Hann ætlar að koma með FIFA 13, hann fylgist með. Við ætlum að gefa FIFA eftir. Vilt þú næla þér í alvöru laugardagspakka á FM 957 í vetur? Pakkin inniheldur Bombay flöskuborð á skemmtistanum E7, gjafabréf frá Vera Móta eða Jack & Jones ásamt gjafabréfi í Laugarspa og útaborða á Laugarkaffi. Fylgstu með hjá Yngva Eysteins á FM 957 á laugardagum í vetur og heppnin gæti verið með þér. FM 957, alltaf í gjafastuði. Morgun þátturinn Magasín er á ferð og flugi landið og næsti áfangastaður er Pósthúsbaran á Akureyri, laugardagskvöldið 29. september. Við byrjum helleheitinu frá 10 þar sem við tökum löglegt pubquiz. Eftir það stíga Þórhallur og Erna Dís á svið og slá á létta strengi með uppistandi. Upp úr miðnætti þá tekum við löðrandi sveitball þar sem að Brynjar Már hleytir skífum langt fram eftir nóttum. Við hlökkum til að sjá þig á laugardaginn. Og við allan sólarhringinn, í Skeifunni, í Garðabæ og á Eiðistorgi. Hagkaup. Ein ferð, betra verð. Biðin er á enda. Leikurinn hefur verið flautaður á. FIFA 13 er lendur í BT Skeifunni og Glerártorgi. Spilaðu með. Music Events kynnir í samstarfi við LG Síma, Mackland, Carlsberg og Burn. Apoldia og Black Eyed Peas spilar í Vodafone-höllinni laugardaginn 3. nóvember klukkan 21:00. 18 ára aldurstakmark og miðaverð er aðeins 6.900 og 11.900 í VIP. XXX Rottweiler og DJ Áki Payne hitta upp. Miðasalan hefst 1. október á miði.is og Mackland Laugavegi. Tilboð á Jó-Jó Ís. Engin ís dýrari en 699 krónur út september. Jó-Jó Ís, Nýbýlavegi og Snorrabraut. Biðin er á enda. Leikurinn hefur verið flautaður á. FIFA 13 er lendur í BT Skeifunni og Glerártorgi. Spilaðu með. Takeaway tilboð Castello. Stór pizza með 2 áleikjum á 1890 kall. Castello.is. K2R og Halleluja. Var þetta ekki Tiny og Sölvi Blöndal? Rashi? Sverrir Bergmann, segja eitthvað? Mikli snillingar. Mikli snillingar. Þetta er nýja verkefni þeirra. Þeir komur sinni í heimsótt til mín og krókinn og við fengum okkur grill og borðum það kjöt og pappi grillaði maður og það var mjög gaman. Góðu drengir. Mjög góðu drengir. Hvernig er helgin hjá þér, Sverrir Bergmann? Það ætlar að vera frá 11:45 með Agli og fleirum á spott? Nei, ég er góður sko. En það er bara virkilega skemmtileg helgi framöndan sko. Ég er að fara spila hjá Öskju. Það er selja bíla, bensa og svona. Aftur þar. Færðu bens? Já. Nei, ég, Færðu bens? Ég fæ bens fyrir. Það er rosa gig. Menn að spila fyrir okkur, það er hérna smásatíð. Já, en það er skemmtilegt. Svo er hérna Svo skal ég að fara að hitta fólki sem var með í Eyjum. Það er alltaf svona Eyjar í júniun. Það er einhver stemning í því. Hitta fólki sem varst með í Eyjum? Já, við vorum hérna í einhverju húsi saman. Já. Það hitta það fólk? Já. Hvað, rólegur, hvað? Nei, ég er bara frábær. Það er geðveitt. Við ætlum bara að fara út að borða og bara gaman, sko. Nó, á tvista eða? Já, auðvitað tvista. Þið hjónin bara mála bæina? Bara tvista og svo er ég að kikka aðeins á þýska barndum hann kvöldi, þannig að þetta er stórkostlegt. Gig á morgun? Óli Geir maður, hann er með eitthvað svaðalegt gig hérna. Óli Geir með eitthvað svaðalegt gig? Hver er að spila fleiri? Það er einhver DJ-ar og eitthvað rugl. Já, ok. DJ-ar og rugl. Það verður bara gaman. Það er talandi um gig og svona. Ég er afskaplega hrifinn af Moses Hightower. Já. Þykir þér afskaplega. Mér finnst nýja lagið alveg geðveikt. Já, það er hérna... Þetta eru miklu snillingar. Það er svo mikill feelingur í þeim og... Já, pínur svona Justin Timberlake bara svolítið og svona... Ég er kannski ekki alveg sammála því, en hérna, þetta er svona old school finnst mér, soulful feelingur eitthvað, ég bara... Já.
ég dilla mér allur einhvern veginn til og frá þegar ég heyri þetta lag. Ég mista tónleikunum hérna, þegar vorum útgáfa tónleika fyrir hérna, ekki hvað heitir platan? Önnur Mósebók. Jú. Fyrsta platan hérna búin til börn, held ég. Ég hef mikið spilað hana. Já. Frábær og hérna mikið búin að hlusta á nýju plötuna. Mista útgáfa tónleikunum á Iðnó sem voru vist alveg geggjaðir. En ég ætla að sjá þá, þeir eru að spila 14. desember í Háskólabíói með Ásgeiri Trausta. Já, það verður eitthvað maður. Það verður eitthvað. Miðasala fyrir það byrjaði í dag. Mér svona grunar það seljist upp bara... Já, byggla mjög fljótt. Já, basically bara held ég uppselt helgina. Mér svona grunar það. Ég held að þetta geti orðið stórkostlegir tónleikar. Já, ég sá Ásgeir Trausta, hann með svona útgáfu gig eitthvað, náttúrulega, hann aðeins að selja sér plötu sinni, Dýrð í dauðaþögn. Já, enda, ég veit ekki hvað þetta segja með mann, sko. Já, hún þarf að vera til á, Moses Hightower-platan og Ásgeir Trausta, þetta þarf að vera til á hverju einasta heimili. Já, þetta bara stórkostleg músík og svo sem Moses er önnur plata þeirra en fyrsta hjá Ásgeiri og hann bara einhvern veginn koma svo nýr og ferskur eitthvað, það bara... Tvítugur. Ísland búið að vera að kalla og bíða þessum manni lengi. Já, ég held það. Ég held hann eftir að móg selja sér plötu og hafa gaman. Ég sá hann á Factory. Já. Factory er skemmtilegur staður. Það var löngu uppselt að staffa. Jú, ekkert pínulítið sko, svona marg skiptur, svona hinn og þessu hólf og svona sem er skemmtilegt. En það alltaf var... Þetta var svo hot yoga tíma. Já. Það var svona Ásgeir Trausti hot yoga og svona 60 stig að hitta þarna. Og ég veit frekar sjá Ásgeir Trausta einmitt í Háskólabíó, sitja bara og drekka þetta í sig. Já. Það er svolítið svoleiðis. Hann er náttúrulega frá Laugarbakka. Sem er 50 manna staður. Við sko Laugarbakki er það? Ekki. Þetta er rétt á Hvammstanga. Ég er enda rættaður á Miðfirði sem er hérna. Sveitin mín er bara inn af Laugarbakka. Ok. Mjög hressandi, skemmtilegt. Já. Þannig að hún líður kannski betur á litlum stöðum, ég veit það ekki. Já, hann er alltaf að fara að halda tónleika í Háskólabíó, þar sem eru 900 sæti. Það verður geðveikt. Þetta verður geggjað. Þannig að við ætlum að hlaða í gott Moses Hightower-lag, sjáum hvað setur. Þetta er frábært á föstudegi. Vilt þú næla þér í alvöru laugardagspakka á FM 957 í vetur? Pakkin inniheldur Bombay flöskuborða á skemmtistanum Esju, gjafabréf frá Vera Móta eða Jack & Jones ásamt gjafabréfi í Laugarspa og útaborða á Laugarkaffi. Fylgstu með hjá Yngva Eysteins á FM 957 á laugardögum í vetur og heppnin geti verið með þér. FM 957, alltaf í gjafastuði. Hann er bróðir þinn, hún er systir þín. Kristján Ingi og Ósk Gunnars á laugardögum frá 10 til 1 á FM 957. Þannig að Ben Stiller, ef hann er að fara bara frá íþróttahúsinu og niður á Höfn, sem er bara 200 metrar eitthvað, þá tekur hann þyrluna. Já, núna eru þeir að þetta er að gera þetta Grænlandi, og þeir vilja hafa ísjaka, en það er engin ísjaki hérna, þú sagtu það ekki. Þetta er ekki komin vetur, og það kom aldrei ísjaka hérna hvort þér. Þeir fengu þetta málara til að mála eyjuna hérna utan, hvíta. Þeir svona sparsluðan og málaðan upp. Þetta er risastór eyja, þetta er sker, þetta er sko risastórt og það er bara búið að sparsla hann upp. Sætari en vínabrauð og feitari en franskar. Kristján Ingi og Ósk Gunnars frá 10 til 1 á laugardögum á FM 957. Clean & Clear, ein mest selda húðlínan í Bandaríkjunum. Hreinsilínan sem losar þig við bólur og fílapensla. Þú finnur Clean & Clear í næsta apóteki og hagkaupsverslunum. Hópkaup bjóða nú viðskiptavinum sínum 100% vöruvernd. Ef kaupin standast ekki væntingar, getur þau óskað eftir endurgreiðslu. Þannig tryggjum við ánægju viðskiptavina. Hópkaup í krafti fjöldans. Universal kynnir Savages. If you want to control a man, find his weakness. Hörku spennumynd frá Oliver Stone. Með John Travolta og Benicio del Toro í aðalhlutverkum ásamt fjölda annarra stórleikara. Savages, sýnd land allt í samstarfi við Securitas. Spennandi nýjung í Krónunni. Ódýrir og gómsætir réttir sem aðeins þarf að snöggsteikja á pönnu. Indversk, ítölsk, grísk, frönsk og Miðjarðarhafspanna á aðeins 1598 krónur kílóið. Krónan fyrst og fremst ódýr. Á Dominos.is getur þú fylgst með pítsunni þinni og séð nákvæmlega hvar hún er stödd í rauntíma. Þetta köllum við pizzavaktina. Pantað á Dominos.is. Perform.is og Heilsuform Reykjanesbæ kynna 15% afslátt af öllum vörum frá BSN út september. Í tilefni af því að nú er loksins komið í búðir No Explode 2.0 ný og endurbætt útgáfa af einu vinsælasta pre-workout drykk fyrr og síðar ætlum við að bjóða upp á 15% afslátt af öllum frábæru vöruminn frá BSN. Kíktu við og fyndu fyrir alvöru puppi á æfingum með No Explode.
Perform.is og Heilsuform Reykjanesbæ verðlauna vörur á verðlaunaverði. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. Næstum því FM 95 Blö. Mættir í hljóður, velkomin. Takk. Ólafur Þór Jóelsson. Hvað segir? Við erum hrikalega góðir. Við erum búin í stuði. Já. Við gáum næstu því, mikið næstu, við gáum næstu því 40 milljónir aðan. Nú? Já. Hvar var ég? Hvar var ég? Þú varst næstu því hérna. Gæðu þema. Hér er Game TV í beinni. Já. Já, hvað ætlar að gera í tíma? Herðu, hvenær eigum við að byrja með Game TV í beinni? Það er sem útvarps. Já. Game TV er náttúrulega byrjaði sem útvarpsþáttur. Það er bara súrasta skeið lífsmíns. Já, er það svipað og það er hérna upp í efstaleiti, það er sérst bókmenntaþáttur í sjónvarpi og kvikmyndaþáttur í útvarpi. Já, og þetta var á Rás 2. Gaman að lýsa grafík í útvarpi. Var það á Rás 2? Já. Var Game TV í útvarpsþáttur á Rás 2? Já, hétt ekki Game TV, en konceptið byrjaði það sko. Hvað hétt það? Já. Hétt Leikur 1. Nei. Jú. Hétt Leikur 1? Já, svo bara, svo eru blóðslettur og þú veist, og gerist þetta og þú veist, bara að lýsa tölvuleik í útvarpi. Það er geðvegt. Já, það er mjög sérstakt. Game TV í beinni. Já, mér finnst það fín hugmynd, sko. Símtöl og svona og þú veist, alveg bara vandræði stopp í þessu leik og við erum alltaf bara, þú veist. Voruð það að leysa það? Já, verið að taka. Ég hef reynda þurft þann þátt. Ég er verulega handicapt þegar kemur á töluleikjum. Já, og þú þurfti sko... Verulega. Ég er alltaf, mér mjög minnist þetta þegar ég kom heim til þín. Þetta er ekki verið. En þú ert þetta, þá fyrir að fletta sjóðu. Ekki orð. K.O. Vel gert. Nei, ok, við getum farið. Ég er algjörlega handicapt. Já, ég meina, Hóttu bara með sögum, ég kom hann að heiti, það var eitthvað búið í gangi og ég, svona, það var að fara þess að róast upp en ég finn niður og ætla að kíkja þessi PlayStation og... Já. Mér minnist eitthvað að þú varst búin að vera að kalla á okkur Strákar, er það að grínast með grafíkina í þessu? Dýri maður, þvíli grafík og horfa á Blu-ray í þessu, þetta er frábært. Þetta er svo crispy maður og ég eitthvað. Ég veit eftir fyndin maður. Nei, þá var Geirdal ekki eins og búin að tengja HDMI-tengið, þannig að hann var með þetta allt í gegnum skart sem að þýtti það að grafíkin var bara eins og í PlayStation 2. Já. Sem mér finnst æðisleg. Já. Það var rosalega, það var bara Finding Nemo bara í svartmynd. Gamli pluggarinn maður, það skipti engum máli. Nei, bara ef að hreyfist eitthvað, bara myndir hreyfist, bara góður. Hér á eftirflettu eins og síðan heyrst. Já, frábært. Nei, við veitum ekki það. En já, ég veit ekki, ég er algjörlega, get verið fjölfællað þegar kemur töluleikjum. Já. Spilaðu ekki mikið. Nei. En ég, eins og ég kom inn á, ég er mikill fótboltasjúklingur. Já. Man United maður eins og Ingu vinur minn og horfir mikið á fótbolta og spila stundum með hinum þessum. En ég spila ekki í FIFA í tölvuleik, ég veit ekki okkur. Það er þetta tölvuleiki held ég dæmi þarna. En ég fyrir tölvuleik þá... Það er svo lamist að þau bara taugaendandi þegar þú fær stýripinn. Það er Ég sé því bara, þú veist, þú hefur enga stjórn á þessu. Já, en ég þarf að drepa eitthvað í tölvuleik. Ég spila Call of Duty, Uncharted finnst mér brilliant. God of War. En ég alveg dotti í FIFA og gaman, en það er Ég kann hann neymdroppa. Hann er ekki spilað eitt leik. En af hverju svona mikill hiti fyrir FIFA 13? Það er bara, ég held að þetta sé eitthvað bara áhuga á svið allra einhvern veginn og það er að spila þetta bara frá, hvað ég má segja, bara 6 ára drengjum upp í bara, ég var að spila á móti aðan með 60 kallmanni. Já. Þannig að það er bara allur aldur. En maður sér það bara, þú veist, á Facebook og Twitter og við, það er rosaleg FIFA 13 læti. Já, þetta er alveg bara, það er líka skapaðsverk og múga æsingur fyrir þessum. Það voru 1000 manns í biðröð. Já, hvað ætlar að gera? Það er rosalega. Gæt fólk bara í alveg ekki beðandur á morgunin til að fara í búðina. Það þurfti að fá hana á miðnætti. Ég verði að setja, sko, 1000 manns, þetta er ekki smá, sko, ég var hann á staðnum, þetta er ekki smá fjöldi. Maður trúði ekki að það væri bara... Já. Þetta er rosalegt. Þetta var sko kl. 10 kvöldi og menn voru ekkert bara að fara til þess að ná sér í leiki, þeir voru að fara að ná í hann og fara heim og spila með félögum bara langt fram eftir nótt sko. Það er líka það sem að gera hennar leik svona merkilegan og frábæran, það er að spila hann með einhverjum og móti einhverjum og allt þetta sko. Það eru FIFA-partíin sem er að mætast, menn er að, þú veist, hittast og taka FIFA-kvöld og, þú veist, að við getum spila þetta er svona sósíal stemming í honum. Það er tekinn kaldur og þú veist, það er alveg keitt. Já, það er mjög gott sko. Jökul kaldur og FIFA. Það var að byrja partí, það er ekki gaman að vera hauslaus í FIFA sko. Jú, það er fínt, vera hauslaus í FIFA. En við ætlum að gefa hér eintak af FIFA 13. Óli Jó mætti með eintak. En áður en það gerist, þá ætlum við að fá hér gott FIFA-lag. Þetta er Blur, Song 2. Gefum FIFA eftir. Fylgist það með. Song 2, þetta heyrðist í FIFA. Það ekki? Er þetta ekki FIFA-lag? Já, þetta var mjög hart FIFA-lag. Ég man ekki hvernar, upptíðan. Þetta var svona í kringu 97-98 þegar ég splæsti inn að PC-tölvu. Já. 97. PC sendi með 2
pældi því. Damon Albarn og félagar. Og ég sýndi góðmennsku og heiðarleik og sendi aðra tilbaka. Já, það rosa. Já, mamma lét mig gera það. En við ætlum að búa til vesen fyrir þá sem að vilja eignast FIFA 13 hér á FM 957, næstum því FM 95 blöð. Fólk, hringið inn 511-0957 ef þið langar að eignast FIFA 13. Við erum hér með sjóðheitt eindag á coverinu, hvað er þetta? Chamberlain, Messi og Joe Hart. Já. Svo er þetta að fara inn á ea.com ekki og ná sér. sér. Já, getur náðið eitthvað svona cover, svo, já, til dæmis Tottenham cover og Ímissson, örgulega. Ég var allan séð bara Tottenham cover, kannski er þetta eitthvað dýl. Ekki segja mér, ekki segja mér. Nei, ég segi ekki meir. Hörðu, er einhver á línni? FM, góðan dag. Já, blessaður. Hvað segirðu? Það er allt gott en því. Hvað ert þú að gera á föstudegi? Herru, ég er bara að keyra heim. Þú ert að keyra heim? Úr vinnu eða skóla? Já, bara vinnu. Já, hvað gerur þú? Herru, ég vinn í Toyota. Þú vinnur í Toyota? Það er ekkert annað. Já, Yaris. Já, það ekki. Hanna. Flottur. Hanna, klesta hann. Hörðu. Ég ætla ekki að klesta hann. Hérna, spilarðu mikið FIFA eða? Já, svona, já, ég er mjög góður FIFA-spilari, sko. Þú ert mjög góður FIFA-spilari. Já, þú ert hér að tala við yfirvald tölvuleiki á Íslandi, Ólaf Jóelsson og Sverrir Bergmann, Game 10 bræður. Já. Ok, en það er smá vesen. Þú ert að nefna okkur 3 íslenska leikmenn sem hafa spilað með Tottenham. 3. Gylfi. Já. Eiður. Já. Og Guðni Bergsson. Hanna, veistu hvað fjórðu er eða? Nei. Nei, Óli, þú veist það, þú ert Tottenham-maður. Já, fjórið. Ég veit ekki hverja hann nefndi, en ég myndi giska á Emil Hallfreðsson eða ekki? Já, hann nefndi Guðna Bergs, Gylfa sig og hérna, hvern? Eiðsmára. Já, þetta eru legend. Hörðu vinnur, hvað heitir þú? Það er Hannes Guðlaugsson. Hannes Guðlaugsson. Yes. Þú bara mætir hingað í Skaftahliðina, já, hvenær, Yngvi? Þú mætir hingað í Skaftahliðina á mánudaginn. Ok. Og átt sér eintak af FIFA 13 og þú bara tapaðir í þessu, Toyota-gæn. Snillingar, maður. Er það ekki? Jú. Svona á þetta að vera á föstudegi. Hringja bara í strákana, fá eitt stykki FIFA. Já. Fá hann svo á mánudaginn. Og fá hann svo á mánudaginn. En hörðu, þú mátt koma að ná hérna núna. Eða það, hvernig lókið þarna? Já, við erum að fara hérna út bara til ykkur 7-8 mínútur. Já, ok. Viltu rúlla inn í Skaftahliðið það? Ég skal reyna það. Gerðu það, maður. Já, ég ég verði helgi framöndan við þegar þú ert ekkert að fara að bíða eftir þessu. Ég bíð eftir. Ég bruna á Jarisnum. Bruna henni í Skaftahlíð, getur hitt Sverrir Bergmann og skoða Jarisnans. Nákvæmlega. Það eru dríðu til okkar að fara svona dvalæfinur. Ok. Þannig að bara til hamingjum. Það er þessi gæði ég var að vinna FIFA 13. L3 og er á leiðinni. Það er bara þannig. Hörru, ég heiti Jón Gunnar Gerdal. Ég heiti Sverrir Bergmann. Hanna! Hvað er þetta? Allt í lagi. Þú heitir hvað, Óli? Ólafur Þór Jónsson. Við erum búin að vera hér í fjarveru Auðuns Blöndal, eins og ég kom inn á. Hann er bara, hann er mein illa helst við að vera hér. Já, hann er með að fara á Tottenham-leik. Hann er að fara á Old Trafford á morgun á manni Tottenham. Það er þetta grjóthart maður. Já, ég viðurkenni, ég væri alveg til í að vera á leiðin á United. Það er samt ömurlegir leikir alltaf fyrir mig sem Tottenham-aðdáandi. Þú veist, þeir bara geta ekki unnið þessa leiki. Það er gaman að sjá Gylfa á morgun á Old Trafford. Ég veit það kemur alltaf eitthvað svona flúk í svona Manchester United Tottenham-leikum. Það kemur svona óréttlæti og ömurlegt. Þannig ég ætla ekki að óra á hann. Já, af því að það var ekki óréttlæti í síðustelgi í Liverpool-leiknum. Símtölinn hans auðvitað við hérna Vinsinn Púlurann, það var ændislegt. Til mig, það er æðislegt. Ég veit alla til að kíkja það, sérstaklega þegar hérna... Það er nú vísmúnduris. Já, alveg, kíkja það. En við þökkum bara fyrir okkur í dag. Ég er hér aftur á mánudaginn með Sólmundi Snilling Hólm, því að Auðun Blöndal þarf að vera aðeins lengur í Breitlandi. Ok. Þannig að við þökkum bara fyrir okkur í dag og ætlum að endum okkur sérlega góðan smell. Yngvi, takk fyrir okkur. Túborg kynnir Bjúttari KF Mjaðmar á Faktori í Biðin er á enda. Leikurinn hefur verið flautaður á. FIFA 13 er lendur í BT Skeifunni og Glerártorgi. Spilaðu með. iPhone 5 er með miklu flottari örgjörfa en iPhone 4S. Er þá ekki eins gott að vera með 10 GB notkun á stærsta 3G-neti landsins fyrir 500 krónur? Tal. Svona á samband að vera. Lottobotturinn stefnir í 40 milljónir. Leifðu þér smá lottó. Og við allan sólarhringinn, í Skeifunni, í Garðabæ og á Eiðistorgi. Hagkaup. Ein ferð, betra verð. Hér er eitt rudd